Sæll Þórarinn. Sæll. Sko, bókin þín hérna, bókasafn Önnu Huldar, þetta svona fantasíu barnabók. Já. Ertu alltaf að reyna að hræða börnin? Góð spurning. Nei, þessar bókir bara að reyna að hræða, já, börn og fullorðna. Já. Og nýlegur dómur sem hrósaði textan mjög mikið, en sagði ekki láta myndirnar hræða ykkur frá að lesa bókina. Nei, en myndirnar eru nú... Hræðilegar. Það eru rosa skemmtilegar, þessar myndir. Við glemum við hérna, sjáum hérna þetta, fólk sem eru á hamborgarabúrinu, svo þessi kall hérna. Já. Þetta var að geta athygli, hvaða kall er þetta? Hann á sér vissulega fyrirmynd uppalega, en ég tek svona afrit af fólki. Já. Og síðan vinn ég þessu afrit áfram. Þannig að þegar ég er búinn að skrifa hann karakter sem heitir Hávar M. Grímsson, nokkrum sinnum í gegn, þá verður hann eitthvað allt annað heldur en að maður lagði upp með, sko. Hann verður aldrei eins og fyrirmyndi. Og það eru svona karakterar í bókinni sem að... Það slatt af þeim. Já. Það amman náttúrulega frægt að byggða á móður minni hluti, að tekja afrit af móður minni, sko. Já. En segðu mér, þessar myndir sem þú ert að sýna þetta, þær eru, sko, ég meina það rifjast náttúrulega upp fyrir mér að þegar þú varst yngri þá varst að skrifa teiknimyndir í blöð. Já. Og þú varst, þér var nú eiginlega sparkað af einu blað. Sparkað oft, tvisvar. Af því þú varst svo grófur. Nei, ég held ekki endilega þegar svo grófur heldur, af því að þetta form hentaði mér ekki sérstaklega vel. Ég vinn þannig að ég tek afrit, bý til síðan einhvern veginn svona minn eigin heim. Ég ekki þannig að ég vinna alltaf með, sko, samtíman eins og frá degi til dags. Það henta mér ekki, sko. Já. Þannig að þessar sögur voru oft bara komnar eitthvað út í sjó, sko. Já. Og það voru meira þess að kötta, þannig að það voru svona undir áhrifum frá William Burroughs. Ég klippti allt sundur og saman og þetta var bara ekkert commercial, sko. Þannig að, en þessi blöð fór blessunlega hausinn samt, sko, það var ekki mér að kenna. Nei, ég var líka á þessum blöðum sem fór hausinn. Já, þú varst líka. Já, það var ábyggilega mér að kenna. Segðu mér, en hvernig eru þessar myndir unnar? Þetta sko uppalega unnið í tölvu, teiknaskannaðinn og í tölvu. Síðan hef ég fengið prentgaldramannin Jóhann Lúðvík Torfarsson til þess að vinna þetta með sérstaklega tækni upp í Listaháskólanum. Og hann notar þess að æfa fornu tækni koparplötu, býr til filmu og öllum kúnstarinn og reglum og gerir þetta í örfáum inntökum. Já, já. Þannig að þetta er miklu meira fancy heldur en ég hef verið að gera áður, sko. Og miklu skemmtilegur og verður örugglega framhald á því samstarfi. Áferðin á þeim er alveg rosalega skemmtileg. Já, það kemur einhver svona, eins og ég var alltaf að hugsa bæði þegar að skrifa bókina og fyrir að teikna teikningarnar í tölvuna, það kemur einhver svona eldgömul áferð í það. Já. Ég var örugglega eftir að komast kannski lengra með þetta. Það helst að vera bara eins og Rembrandt eða... Já, kíkjum á myndirnar hérna hinum megin. Þetta er Amma Huld, þetta er svona höfuðpersónan, bjargvætturinn, sem bjargar sögupersónunum úr tómhyggju. Bókin byrjar í svona algerri tómhyggju, þar sem að ekkert skiptir máli nema peningar, vextir og bara leiðindi. Og amman kemur einhvers staðar í miðri bók og fyllir alltaf bókum og gleði einhvern veginn. Já. Og þetta er svolítið sem mér finnst að hafa verið að ske í íslensku samfélagi, því að þrátt fyrir kreppuna og allt það, þá er samt einhver svona skrítin bjartsýni. Ég veit ekki hvort það er einhver þórðagleði eða hvað það er, en það er eitthvað svona í loftinu. Og þetta er Gullborgarinn? Já, þetta er Gullborgarinn. Hann er hana, kannski munið eftir frægri mynd sem birtist á forsíðu DFF. Þetta er svona subconscious tilviljun, af því að sá þessa mynd nýlega og hún er eiginlega alveg eins. Þá er bara fyrirmynd, eða uppáhald fyrirmyndir að gæða sér á hamborgara. Og þannig er hann að spreyja hann með gull og borða hann. Það er bankastjóri Gullbankans? Já, já. Og svo erum við að koma alveg út í þetta, stjórnbréfabók. Já, það er kannski erfitt að útskýra þetta. Þetta er hluti af plottinu. Já. Og Vítisprengjan. Vítisprengjan. Já. Sem er svona... Þetta er alltaf bara Viðar Þorsteinsson. Nei. En þetta bókin þetta er svona fantasía fyrir börn aðalega, en... Ég er að skrifa inn í svona hefð, sko... Því fyrir að stað með þessa bók er ég að reyna að skrifa pínlítið svona eins og Momo eftir Mikael Ende. Ég er svolítið áhrif frá þeim bókum. Ég er að reyna að skrifa eiginlega fyrir allir í einu þannig. En þú veist þetta leikaði, þetta vinnur allt saman, þú veist, sagan, teikningarnar og svo eru náttúrulega hugmyndir þarna í þessu. Já. Svona ákveðin filosófía. Já, það verður alltaf meira og meira svona tákn og fyrir ég er að passa mig að fara ekki yfir með það, sko. Það er rosalega gaman að vinna með svona. Þessi tákn kom alltaf alveg óvart, sko, inn. Já. Ef það er of mikið þá verður það kannski... Gæti orðið það. Ég að gera næstu bók bara alveg eitthvað sveitasögu eða eitthvað.